Já, komið þið sæl. Það sagt að stafræn umskipti séu einn mesti drifkraftur sem er til staðar til að breyta bæði samfélagi og viðskiptalífi og bara yfirleitt í heiminum. Og hið opinbera auðvitað ekki undantekning á þessu. Með stafrænum umbreytingum ekki bara átt við með stafrænum umbreytingum ekki bara átt við það að nýta tækni, heldur að breyta hugafari og það að tileinka sér nýjar aðferðir. Það sem að COVID hefur kennt okkur að ekki bara nýta þessa tækni sem til staðar, heldur það að við hugsum öðruvísi. Við komumst að því að við getum unnið með öðrum hætti. Og það akkúrat þessi kraftur sem að við ætlum að nýta okkur og ríkið ætlar að nýta sér til þess að breyta opinberri þjónustu. Þess vegna hefur fjármálaráðuneytið sett af stað könnun og kortlagningu til þess að sjá hversu langt stofnanir eru komnar í þessa leið. Við sendum á stað könnun í maí til stjórnanda til að átta okkur á hversu langt stofnanir eru komnar til stjórnenda og sérstaklega að draga fram þeirra viðhorf og þeirra sjónarmið í þessum efnum. Og ætlunin að niðurstöðurnar úr þessu verði nýttar til að meta hvers konar stuðning hver og ein stofnun þarf á þessu sviði. Hver og ein stofnun mun sjá sína niðurstöðu og auðvitað ráðuneyti líka fyrir sína stofnanir. En þetta voru 27 spurningar og við reyndum að hafa þannig að stjórnendur gætu fljótt átta sig á að hvernig þetta svara þeim. Það þyrfti ekki mikla gagnaöflun og þess vegna hún svolítið huglæg í þeim skilningi. Og við sendum 1 til 6 stjórnendum spurninguna í hverri stofnun og við fengum svör frá yfir 80% stofnana sem gífurlega góður árangurs. Og við erum mjög þakklátt fyrir það. Til viðbótar þessu þá höfðum við viðtöl við stjórnendur sumra stofnana til þess að dýpka könnunina betur. Nú, í þessu verkefni fengum við fyrirtækið Intenta til þess að taka saman skýrslu sem við munum svo birta núna í framhaldi. Nú, helstu niðurstöðurnar eru þær að meginhluti stjórnenda segja að stafræn umskipti skipti þá miklu máli og þeir eru vel meðvitaðir hvað það þýðir. Það að segja hvað stafræn umskipti þýða. Og þetta auðvitað stór tíðindi þannig séð að við erum þá með stjórnendur sem átta sig á hvað þeir þurfa að gera inn í framtíðina. Og mjög jákvæðar. Og mjög jákvætt að þetta orðið ofarlega á dagskrá stofnana. Það vekur þó athygli að 45% stjórnenda hafa ekki gert, eða það að segja að telja að þeir standi frammi fyrir tækniskuld. Það að segja að kerfin þeirra séu gömul eða ekki þannig úr garði gerð að það byggja framtíðartækni ofan á þeim. Þeir segja líka að það vanti talsvert upp á að breyta menningu inn í stofnunum og kortleggja verklag og því líkt. En stafræn opinber þjónusta og stjórnsýsla þá klárlega komin á dagskrá hjá íslensku stofnunum. En þar virðast hafa frekar lítil útgjaldasvigrúm þegar á heildina litið. Það líka ljóst að talsvert margar stofnanir þær þurfa að móta stefnu og að stefna þeirra styðji við stafræna framtíð. Þannig hafa 57% stofnana ekki móta stefnu sem styður við stafræn umskipti. Og
Þeir segja líka að í 86% tilfella að það séu fyrirhugaðar fjárfestingar í stafrænum lausnum á næstu 3 árum. Það kemur líka fram varðandi stefnuna að það eru frekar stærri stofnanirnar sem hafa mótað sér stefnu heldur en minni stofnanirnar. Stjórnendur sjá fjölmörg tækifæri framundan, sérstaklega gagnvart þjónustu og við stofnunina og að þróa vinnustaðinn sem inn í þessa framtíð. Helsta áskorunin að byggja upp þekkingu starfsmanna, þannig að stofnunin tekist á við umbreytinguna. Þeir segjast í 70% tilfella vera tengdir Ísland.is. Og það kannski fyrst og fremst gegnum innskráningaþjónustuna og mögulega pósthólfið. En þeir treysta líka skýinu. Í 78% tilfella treysta stjórnendur hjá stofnunum ríkisins samsagt tölvuskýjaneti. Og það eru líka stór tíðindi. Því að tölvuský eru jú líka undirstaða fyrir það að við getum beitt gervigreind og því líkt þar sem að reikniaflið En ég held líka að þarna séu veruleg tækifæri og stjórnendur sjáu tækifæri í að nýta skýjalausnir eins og Microsoft 365 til þess að efla innra starfið og þjónustu gagnvart notendum. Og það gífurlega mikilvægt varðandi auðvitað þjónustuna en líka varðandi hagræðingu innan stofnana. Ef við horfum á áhrifin sem að stjórnendur stofnana telja að þeir þetta hafi, þá nefna þeir atriði eins og á rekstur stofnunarinnar, skilvirkni í starfsemi og ánægju þeirra sem leita til stofnunarinnar. Þannig að þarna eru mikill meiri hluti sem að í raun og veru telur að þetta hafi mjög jákvæð áhrif á upplifun bæði þeirra sem leita til hennar og líka starfsmanna. En ef maður horfir á hvar þær eru staddar, þá meta stofnanir sig bara nokkuð vel, það telja sig vera komnar vel áleiðis í stafvæðingu, en maður sé líka út úr þessari könnun að stóru stofnanirnar sem að jafnvel eru komnar lengra, að þær eru svona harðari við sig í því að meta sig. Þannig að þær telja sig jafnvel vera komin styttra heldur en það raunverulega eru, meðan að minni stofnunum jafnvel lengra heldur en þær kannski eru. Það eru sannarlega tækifæri í gervigreind. Þannig eru aðeins 13% stofnana sem að virðast vera að nota gervigreind. Og það kannski ástæðan að finna í því að það einhver tækniskuld til staðar, það að segja að það ekki hægt að beita gervigreind á viðkomandi kerfi eða gögn. Og þarna mikilvægt að þeim átta sig á tækniskuld að ef við stöndum fram fyrir fjárfestingu núna og við stöndum á barmi tæknibyltingar, að við horfum til framtíðar, þannig að við sem að fjárfesta í hlutum sem skipta máli inn í framtíðina, þannig að við endurhugsum hlutina, okkar verklag með að við hlutverk stofnananna þannig að við sem að fjárfesta í hlutum sem styðja við það. Enda segja stjórnendur í 65% tilfella þessi gífurleg tækifæri þarna inn í gervigreindinni og nýtingu á henni. Stofnanir standa frammi fyrir raun og veru 5 meginskrefum. Og ég vil kannski benda á þessi þrep eða skref, kannski í takti við það sem David var að segja áðan með sitt maturity model, hvar stofnanir eru staddar á kurfunni. Stofnanir sem á byrjunarreit, það eru stofnanir sem sannlega eitthvað byrjaðar að stafvæða, að tengja saman 2 kerfi en það ekki heildarhugsun í hlutunum, það að segja fyrir gagnvart notendum eða við aðrar stofnanir. Í öðru skrefi eru stofnendur svona meðvitaðir mikilvægi þess, byrjaðir að
að tengja saman kerfi, gera hlutina meira sjálfvirka, en það vantar kannski að breyta menningu inn í stofnunni og hún að vinna meira samkvæmt því sem að hún áður gerði. Í þriðja lagi að þá hafa stofnanirnar sem eru í þeim flokki kannski meira farið að gengið skrefinu lengra. Þær hafa náð árangri í því að stafvæða og eru farnar að sjá árangurinn af því. Og í fimmta lagi eru það stofnanirnar sem eru hreinlega komna með stafvæðingu inn í blóðið og inn í sitt DNA og stefna þeirra styður mjög vel við þessa leið. Stofnanirnar okkar má segja að þær séu allstaðar á þessari kúrfu. Það kannski ekki hægt að spenda á stofnanir eða fullyrða að einhver stofnun sem komin í óskastöðu, þar sé hæsta þrepið. Nokkra stærri stofnanir eru langt komnar, þær eru komnar á 4. þrep. Meðan að langmestu hlutin eru langt komnar, þar segja á 3. þrepi. Þó að stærsti og þær eru þar með farnar að horfa á sjálfvirknivæðingu ferla og tengingu við aðra stofnanir. Þannig að þetta auðvitað verulega jákvætt. Það sem að auðvitað kjarninn í þessu máli að það mjög jákvætt að stofnanir séu komnar á þann stað að þeim þyki litlu sigrarnir sjálfsagðir og að þær vilji meira. Þannig stígast stofnanirnar auðvitað næsta skref í áttina af óskastöðunni. Og til þess að ljúka þessu þá langar mér að segja það að þessi skýrsla sem var unnin að intenta og það sem farið á dýptina í þessari könnun og það eru dregnar álektanir og verður birt á vef ráðuneytisins. Og þá munum við gera þessi tölugögn aðgengileg á vef island.is þar sem að stofnanir geta farið inn, skoða sína stofnun í samanburði við aðra stofnanir og svo framvegis og að ráðuneyti geti þá skoðað sína stofnanir. Í framhaldi mun ráðuneyti svo fara yfir þessi mál og skoða að því sem að okkur snýr. Það alveg ljóst að sú stefna stjórnvalda sem við höfum sett núna talin mjög jákvæð fyrir stofnanir og stjórnendur segja það eru jákvæðir hlutir að gerast á toppnum. En það vantar kannski að hrísla það betur niður og þau kalla eftir ákveðinni stefnumótun af hálfu ráðuneytisins og það eitthvað sem við þurfum að skoða hér í framhaldi. Að lokum vil ég bara þakka öllum stofnunum sem tóku þátt í þessari könnun fyrir þáttökuna og vona bara að þetta verði enn eitt skrefið í góðu samstarfi ráðuneyta og stofnana. Takk fyrir. Takk fyrir, Einar. Við má koma eina spurningu til þín og hún raunlega abstrakt. Heldur þú að starfsfólki stofnana verði svona í alvörunni gefið svigrúm til að gera mistök eins og kemur fram í skýrslunni? Já, ég afsaka að ég hljóp niður tröppurnar áðan og það var svona... Það vatn á borðinu. En þetta fínt. Já, mega þær gera mistök. Sko, eitt grunnstefi í því að viðhafa nýsköpun, bara hvar sem það hvort sem að það innan kerfins hjá okkur eða annar staðar, það það að geta prófað sig áfram. Og það að stofnanir geti prófað sig áfram með hluti, jafnvel þó þeir mistakast, að þá hafa þeir lært eitthvað af því. Og þess vegna segi ég, já, við þurfum að skapa þá menningu innan ríkisins að starfsfólk geti gert mistök og þá ég ekki að tala það að það sendi einhverja persónuupplýsingar út í lofti sem það mátti ekki eða þýðinlegt. Heldur kannski þeirri aðferðarfræði hvernig við erum að leysa okkar verkefni innan ríkisins. Já. Og það mögulega áframhalda þessu að því að óttinn við mistök getur verið mjög hamlandi. Og eins og segir það kannski innleiða einhvern kúltúr sem væri þannig að við erum að pröfa, við erum allir að gera okkar besta og kannski ekki senda á Ísland bara einhverja mikilvæg upplýsingar en að innleiða þá kúltúr þannig að við erum að pröfa, við erum að gera okkar besta og
við gerum ekki sömu mistökin tvisvar kannski. Getum við haft það þurfa ekki allir að hlaupa á vegginn til að fatta að hann sé harður. Alveg En hárrétt. það allt í lagi að einn gerir það. Alveg hárrétt og ég held til dæmis bara í þróunin á Ísland.is, þar erum við með svona agile teymi sem að í raun og veru vita ekkert alveg nákvæmlega hvernig þeir að gera hlutina, þeir vita nákvæmlega hvað þeir þurfa að gera. Og þar eru hópunum leyft að prófa sig áfram og komast að bestu niðurstöðu. Þannig að það einhvern veginn svona sá móral sem við viljum ná upp hjá ríkinu. Yndislegt. Takk kærlega. Fleiri spurningar úr sal. Yndislegt, Einar, takk bara Takk fyrir. kærlega fyrir þetta. Stórkostlegt.